Já, sem sagt, menntun fyrir alla, eða skólametrunningar krefst þess að við hættum að hugsa námshópinn okkar þannig að við séum með alla eins og svo bara eitt sem öðruvísi yfir í það að horfa svolítið á að við erum bara með hópa sem eru eins og við erum með 21 nemanda og þeir eru allir ólíkir. Og við lítum á það alla sem í raun og veru að það er tækifæri til þess að gera kennsluna auðugri og fjölbreyttari. Af því við þurfum að horfa á þennan hóp sem eru með, þekkja hann vel og átta okkur á hvað þarf til að koma til móts við. Þetta er það sem skiptir máli sem sagt, og það sem kannski þetta gengur út á í raun og veru að það er að við þurfum að blása út námstilboð, það sem við erum venjulega með. Það heyrist kannski ekki alveg. Þarf ég að standa þarna við þetta? Já, það þurfum að vera kannski aðeins nær. Ok, þá ger ég það. Það er ekki nógu langdrægur míkrafón. Nei, ég er heldur ekki mjög sterka rödd svo sem. En sem sagt, þetta gengur út á það að blása út þessi námstilboð sem við erum með fyrir venjulega námshópa og bjóða upp á námstækifæri þar sem við gerum ráð fyrir að allir geti lært. Og fókusin er þá að finna ýmsar leiðir til þess að bregðast við hindrunum sem að nemendur verða fyrir í námi. Það er að segja, hvað er það sem gerir það verkum að þeim gengur illa eða hvað er það sem gerir það verkum að þeir ná ekki því sem við ætlum þeim að ná. Og þá skiptir máli einmitt bara þekking kennarans og gildi og viðhorf af því að það endurspeglast í kennslunni og því hvernig við bregðumst við þessum fjölbreytileika. En svona fyrst og fremst er þetta og þetta er kannski eitt af því sem gerir það verkum að kennarar eiga eftir að survive artificial intelligence er að kennsla þarf að ganga út á umhyggju. Sem þú fær kannski ekkert artificial intelligence til að sýna. Og við erum að hlúa líkamlegri, tilfinningalegri og félagslegri vellíðan nemenda. Og sjálfsögðu að veita þeim aðgengi að því sem á að gerast í náminu. Nú það er talað sem sagt kennarar sem að gengur þetta vel, að þau séu viðbragðssnjallir. Þetta kemur svona úr Barbapapa-fræðunum að vera viðbragðssnjall. Þau voru alltaf snjöll í Barbapapa-fjölskyldunni og það er sem sagt það eru kennarar sem búa yfir góðri þekkingu á uppeldis, náms og kennslufræði og þeir byggja kennsluna sína á góðri þekkingu á hverjum og einu nemanda. Það er sem sagt grunnurinn að við þekkjum nemendurna sem við erum með í stofunni hjá okkur og við skipuleggjum námstækifæri sem eru þá bæði áhugaverð og ögrandi fyrir nemendur og við gerum greinamun á milli nemanda. Það er að segja að við hugsum það bæði sem hóp en einnig sem einstaklinga. Þannig og þegar við erum að útbúa námskrá eða kennslu, námsefni, einhvers konar inntak, þá höfum við það í huga. Og síðan reynum við að styðja nemendur til að þróa með sér ábyrgð á eigin námi, þannig að þeir eiga svolítið hlutdeild í því líka hvernig námið er sett upp og þar af leiðandi öðlistir ábyrgð á því sem þeir eru að gera. Nú, það þarf að nýta náttúrulega námsumhverfið, allt sem er í kringum okkur, bæði þá er ég að tala þetta físíska, húsgögnin og bara herbergin sem slíkt, en líka mannauðinn sem við höfum í kringum okkur til þess að styðja við námið. Og síðan er mjög mikilvægt einmitt þetta að veita nemendum hlutdeild í því sem við erum að gera, sem sagt að það sé samvinna við nemendur að skipuleggja hvernig við vinnum, hvernig þau fá, hvar þau vinna, hvernig þau vinna, með hverju þau vinna og jafnvel á hvaða hluti þau vilja leggja áherslu í náminu sín. Og þá kemur það náttúrulega líka inn á nám og kennslu og námsmat. Námsumhverfið eða kennslahættir, það eru rannsóknir sýna fram á nokkrar ákveðnar leiðir sem að henta til þess að byggja upp námsumhverfi í skólum þar sem er stutt við menntun fyrir alla. Fyrir ekki snjallúrum mitt að hringja, að skella. Og já, og það sem sagt má nefna þá
marga þætti, en ég tek hérna bara á nokkrum og það til dæmis að horfa á auðlindir nemenda, ég útskýri það betur nánar síðar, og horfa á að námið sé nemendamiðað, að við notum fjölgreind eða hugsum þessa kenningu fjölgreindir þegar við erum að skipuleggja nám, og við séum með heildrænt og fjölbreytt námsmat sem skiptir mjög miklu máli, og það sé ekki bara endamat, heldur mat sem við getum notað til að hjálpa nemendum að þróa sjálfa sig í gegnum námið. Og síðan það þessi altæka hönnun náms sem hefur verið tengt sterkum böndum saman við það að geta verið með menntun fyrir alla. Og hérna má líka náttúrulega nefna eins og nám til skilnings eða understanding by design sem ein leiðin til viðbótar, samvirkt hópnám kemur hérna líka sterkt inn, og svo personalized eða differentiated learning sem hefur á íslensku verið þýtt sem einstaklingsmiðað nám, en sú þýðing ekki alveg að ná því sem í raun og veru stefnt að með þeirri kennslufræði, og í raun og veru kannski vantar okkur gott orð til þess að þýða það, til þess að skiljist almennilega. En við tölum fyrst bara auðlindir nemenda, þá sem sagt átt við styrkleika nemenda og áhugasvið kannski, menningu sem koma með, reynslu, þekkingu og hæfni sem þau búa að þegar þau koma inn í skólann. Þannig að auðlindir eru í raun og veru stærra en styrkleiki vegna þess að styrkleikar eru aðstæðubundnir. Styrkleiki getur verið styrkur í einum aðstæðum en veikleiki í öðrum aðstæðum. En auðlindir alltaf þar sem þú býrð yfir. Og þá verðum að horfa á þessar auðlindir þar sem nemandinn kemur með sér inn í skólann, sem getur verið ýmislegt, það getur verið þekking á einhverjum tungumálum, það getur verið ákveðin menningarheimur sem hann kemur frá, eitthvað slíkt. Það verður alltaf að líta á þessum styrkleika til þess að sé hægt að skapa aðstæður til þess að nýta það fyrir námið. Og síðan þarna ein leið til þess að valdefla nemendur, má skjóta þessum glugga niður? Já. Okidoki. Að veita þá menningarlegum auðlindum, það er sá bakgrunn sem nemandinn kemur úr. Og við erum að tala á Íslandi, þá hefur við náttúrulega lengi verið svona nokkuð einsleitt þjóð, en það hefur náttúrulega töluvert mikið breyst. Og þó svo að við séum kannski með í stofunni hjá okkur ekki marga sem eru af erlendum uppruna eða koma utan frá til Íslands, þá erum við samt með marga menningarheima í stofunni hjá okkur. Við erum með fólk sem eru miklu fjallgöngugarpar, við erum með fólk sem hefur rosalega miklu áhuga á fuglum, við erum með fólk sem býr, alveg bara sérfræðingar í alls konar tækni eða bíómyndum eða eitthvað slíku. Þannig að við erum með alls konar svona áhugasvið og menningarheima inn í kennslustofunni. Og ein leið til að valdefla nemendur sem sagt að veita þessum auðlindum þeirra, þessu sem þeir koma með sér inn í skólastofuna, veita því athygli og nýta það í kennslunni, í nám og starfi. Nú, önnur leið sem fjallað sem skiptir máli fyrir menntun fyrir alla að námið sé nemendamiðað, eða student-centered. Og þessi nálgun reyndar líka notuð til grundvallar bara í almennu starfi með börn, eins og til dæmis talað í reglum og lögum og reglum í Skotlandi og á sumum sveitarfélögum í Danmörku, að öll félagsleg nálgun sem snertir börn eiga að vera barnmiðuð. Þannig að barnið alltaf í miðjunni, barnið alltaf það sem allt snýst og barnið barnið fær að hafa rödd og ákvarðanarétt í öllum því sem snýr af því sem kemur barninu við, þarf að segja. Og þarna kemur þá þessi með rödd barnsins, hún þarf að fá að vera svolítið sterkari. Allavega eins og ég þekki til í skólastarfi þar sem ég hef komið inn, þá hefur nemendur vera svona meira, við segjum þeim hvað að gerast og hvað þau að gera og hvernig þau að gera hlutina, og þau eru svona meira bara svona móttakendur og bíða eftir hvað gerist næst. Í rannsókninni minni sem ég gerði í doktorsnáminu mínu, þá ræddi ég þetta svolítið við krakka. Ég tók viðtöl við börn sem sagt í 4. bekk, í 7. bekk og svo nokkra í 9. og 10. bekk. Og það var eiginlega sammerkt á milli þeirra allra að þau sögðu
að þau hefðu rosalega lítið það að segja hvað færi fram í kennslunni. Og ef þau hefðu einhverja hugmyndir hvernig mætti breyta eða gera hlutina öðruvísi, að þá sögðu ykkur sagði já, kennarinn hlustar alveg á okkur og hún tekur alveg við hugmyndunum, en hún gleymir því bara yfirleitt alltaf þegar hún komin út dyrnar. Þannig að það verður ekkert úr því sem við komum með. Og þetta náttúrulega að sjálfsögðu gerist í dagsins önn, í eril sem að starfi kennarans, að þá ekkert auðvelt að muna svona hluti. Þú fer fram og það einhver að rífast fótboltavöllin eða eitthvað og það bara gleymist allt sem var búið að segja verið fyrir 5 mínútum. Þannig að það að hlusta á nemendur og veita þeim rödd og aðgengi, það þýðir að við þurfum að hafa sérstaka tíma til þess, eða búa til eitthvað form utan það, hafa fundi eða einhvers konar svona rými eða ráðagerð, þannig að þau hafi svigrúm til þess að koma sínu á framfæri. Og þannig sem sagt, þetta náttúrulega byggir á svona þessi lýðræðislegu hugmyndum nám og náttúrulega líka á því að við erum að byggja á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það sterklega tekið fram að börnin að fá að hafa áhrif á líf sitt. Þannig að við þurfum að taka mark á skoðunum og vilja nemenda og þeir fá að hafa svolítið meira að ráða skipulag og uppbyggingu skólastarfs heldur en hefðin hefur sagt til hingað til allavega. Og þetta kannski svona partur af því líka að gera þau að ábyrgum borgurum, að gera þau ábyrga fyrir starfinu í skólanum til dæmis og svo því svona kenna þeim góða siði eftir því sem það eldast. Nú fjölbreytnirnar kannast örugglega við, þannig að ég ætla nú ekki að fara neitt dýpra í það. Þetta semst þetta að við gerum okkur grein fyrir því að fólk með hæfni og áhuga á misjöfnum sviðum og að við nýtum okkur þessar hugmyndir til þess að dýpka kennsluna og gera hana auðugri. Námsmatið stór partur náttúrulega í því að koma kennslunni og meta það hvernig okkur hefur tekist sem kennurum og hvernig nemendum hefur gengið. Og þar var náttúrulega bara meta nemendur í aðstæðunum sjálfum, bæta og aðlaga kennsluáætlanir til að bregðast við þörfum nemenda. Þannig að það sem sagt ekki bara kennsla og svo mat og svo kemur eitthvað nýtt, heldur þurfum við að horfa á þetta sem svona spíral. Þannig að við erum svolítið að fara aftur að skoða hvað vorum við að gera, hvað þurfum við að bæta og svo framvegis. Og það náttúrulega krefst þess að við túlkum þá og ígrundum námsmatið, veltum fyrir okkur hvað við erum að gera. Og síðan það sem sagt altækkönnun og altækkönnun náms náttúrulega tengd og kemur upphaflega frá hugmyndafræði altækahönnun á byggingum og altækahönnun á alls konar hlutum í umhverfi okkar sem eru bara búnir til þess að það sé algjörlega óháð getu þinn og hæfni að geta nota þennan hlut. Ef við hugsum okkur byggingar sem eru á einhverju hæð, þá þarf að vera rampur til að komast inn, þannig að allir komast inn í húsið og þarf að vera lyfta til þess að allir geta farið upp á aðra hæð. Og þannig að það sé óháð því hversu hæfur þú ert til að ganga til hvort þú komist húsið. Sama með bara eins og rennihurðir og svona sjálfvirkar opnarlegar hurðir. Það til þess að tryggja það að það sé auðvelt aðgengi. Nú, altækkönnun náms síðan fyrirbæri sem kannski svona byrjaði að koma upp á yfirborðið snemma 2003-2004, eitthvað slíkt. Og hefur náttúrulega verið í svona stöðugri þróun og umfjöllun síðan þá. En hún byggir þessi hugmyndafræði byggir á ákveðnum lögmálum. Og lögmálin náttúrulega þetta tekið svona úr þessari almennu kannski hugsun altækahönnun sem tengist á arkitektúr og hönnun og öllu slíku. En þarna verið að laga hana beint af námi. Og altækahönnun náttúrulega líka byggir á hugmyndafræðinu það hvernig við horfum á fötlun til dæmis. Að fötlun sé í raun og veru ekki, kannski við leysum það ekki bara með greiningum og viðgerðum, heldur
leysum við það með því að horfa á hvaða áhrif hefur umhverfið á það hversu mikið fatlaður þú ert eða hversu heftandi eða hindrandi umhverfið er fyrir þátttökuna þína. Þannig að þetta svona byggir á þessari hugmyndafræði. Þannig að þetta fyrsta lögmál jafnræði notkun, þá er kennsla hönnuð til þess að gagnast og vera aðgengileg fyrir nemendur, alveg með ólíka hæfni og ólíka getu. Og það þýðir að við þurfum að bjóða upp á sömu leiðir fyrir alla nemendur og þannig að leiðirnar að vera eins eða allavega jafngildar ef það er ekki hægt að hafa þær alveg eins. Næsta lögmál er þá sveigjanleika í notkun, það er að segja kennslan er hönnuð til að koma til móts við breiðan hóp einstaklinga og það er boðið upp á val aðferðir eða nálganir sem að þú getur til að komast að hlutum. Það er ekki bara svona ein ríkisleið sem allir þurfa að fara. Námið á að vera einfalt og aðgengilegt og kennslan er þá hönnuð þannig að hún sé svona blátt áfram og fyrirsjáanleg. Það er ekki eitthvað rosalega flókið að komast í gegnum hlutin og það á að vera óháð þá reynslu, þekkingu, mál, hæfni eða hæfni nemenda til að einbeita sér til dæmis hversu aðgengilegt þetta er og það stefna því að draga úr óþarfa flækjustíg. Og aðgengilegar upplýsingar er þá fjallar það að kennsla er hönnuð þannig að allar nauðsynlegar upplýsingar eru veittar nemendum á skýran hátt, óháð aðstæðum eða hæfni nemenda til skilnings. Þetta til dæmis sér maður í kennslustofum þar sem er myndræn skýring á því hvað fer fram í dag í skólanum. Þannig að þú áttir þig á alveg áhuga því hversu færið þú ert á að lesa. Þú getur séð hvað er að fara að gerast í dag og náttúrulega líka auðveldar þér að horfa fram á veginn og sjá hvernig dagurinn liggur fyrir sig. Nú í þessu kerfi þá er mikið leyfi til þess að mistakast eða svona á ensku er þetta nú reyndar tolerance for mistakes. Þannig að við höfum svigrúm, einhvers konar svigrúm og þol, umburðarlyndi, Og það er gert ráð fyrir því að nemendur séu breytilegir í því hversu hrattir fari gegnum hluti eða hversu mikla forþekkingu þeir hafa á hlutum áður en við byrjum með kennslu. Þannig að við þurfum að gera ráð fyrir þessu og eða að sú hæfni sem þeir búa þegar yfir, að hún sé ólík. Nú í sjötta lögmálið segir að þetta eigi að vera lítil líkamleg fyrirhöfn, það er að segja þetta náttúrulega tengist í að við erum ekki að kenna beint íþróttir þá, væntanlega. En að þú átt að draga úr óþarfa líkamsáreynslu til að nemendur geti einbeitt sér að náminu fyllilega. Þetta er ekki að hafa rosalega mikið fyrir því líkamlega og þetta á náttúrulega þannig við að við þá hugsa nemendur sem af öllum gerðum og stærðum og allri hæfni. Hvort sem hversu hæfir þeir eru til að hreyfa sig og annað slíkt. En þetta náttúrulega er kannski eitthvað sem á ekki þá við þegar við erum að kenna eitthvað sem tengist hreyfingu. Í sjöunda lögmálið, stærð og rými fyrir notkun og nálgun, og þá er kennslan hönnuð með það í huga að það er rými fyrir kennsluna. Það er aðgengi að hlutum sem styðja við nám og líkamleg hæfni, stærð eða hreyfigeta nemenda skiptir ekki máli eða tjáningarhæfni þeirra til dæmis. Og skiptir ekki máli fyrir aðgengi. Þannig að við byggjum það þannig inn að þú átt að geta verið þáttakandi óháð þessum þáttum. Nú samfélag nemenda er 8. lögmálið, þannig að kennsluumhverfið ýtir undir samskipti og samvinnu milli nemenda og síðan milli nemenda og starfsmannaskólans eða kennara. Og andrúmsloftið í kennslu er 9. lögmálið, það er að segja að kennsla er hönnuð til að vera fyrir alla og býður alla velkomna. Á ensku er þetta is welcoming. Já, það er svolítið erfitt að skilja það á íslensku að því að býður alla velkomna er samt einhvern veginn svona hálfkjánalegt líka á íslensku. Og inn í þessu felst að kennarar bera háa væntingar til nemenda og allra nemenda. Og það sem nefnilega vill oft gerast þegar nemendur eru til dæmis með einhvers konar greiningar að stimpla, að þá er ósjálfrátt búið að ákveða hversu mikla væntingar ég get borið til þessa nemenda. Þannig að
þessi hugmyndafræði gengur út á því að við veltum þessum ekki fyrir okkur. Nú, aðrir hlutir sem að skipta máli fyrir altækahönnun. Þetta semst skipulagsrammi, byggir á sveigjanleikri kennslu, þar sem gengið út frá því að í öllum nemendahópum eru fjölbreyttir nemendur með fjölbreyttan bakgrunn og hæfni og getu. Og það semst alveg frá því að maður byrjar að skipuleggja námið, þá hefur maður þennan fjölbreytileika í huga og alveg út í gegn. Þannig að sem flestir rúmist þar inni. Og þetta byggir semst á sveigjanleikanum, af því að, varðandi kennslu, varðandi þátttöku og varðandi námsmat. Það byggir á því að við horfum á hvernig við setjum námið fram, hvað á að læra. Námsefni er sett fram á margvíslegan hátt, það er ekki bara skriflegt eða munnlegt, það getur verið í gegnum hljóð, það getur verið mynd, það getur verið eitthvað sem færði í hendurnar og þarf að koma við og svo framvegis. Athafnir og tjáning, það semst hvernig átt að skila af þér, hvernig átt að vinna, hvernig vinnur verkefnin, það getur verið á fjölbreyttan hátt. Þú getur sýnt fram á þekkingu þína á semst margvíslegan hátt, ekki bara þetta skriflega eða munnlega, heldur getur þú gert það í gegnum einhvers konar tækni eða þú getur teiknað eða þú getur hannað eða skapað eða gert eitthvað fleira. Og þátttakan, það þarf að vera augljóst af hverju þú ert að gera hlutin og í raun og veru byggja inn í það svolítið element að efla áhuga hvern nemenda þannig að þeir sjáu tilgang með því sem þeir eru að gera og ýta þannig undir þátttöku þeirra. Já, ég ætla að sýna ykkur svo bara hef ég tíma til þess, herra tímaverður. Ég ætla að sýna smá vídeó hérna. Að gera? Já, bara að gera, alveg sáttu við það. Já. Heyrist. Já. Ég ætla að byrja, hvað gerir ég nú? Heyrðu, ég ætlaði bara að sýna ykkur vídeó sem þetta er kennari sem kennir í Norðlingaskóla og hún tók þátt í rannsóknarverkefni sem hér T-Divers, Teaching Diverse Students in Subjects. Og þetta er eitt af vídeóum, við tókum upp 3 vídeó sem fyrir verkefni og þetta er eitt af þeim. Og þá fór þetta bara allt í flokk. Já, þetta veit, nei, nú vil hann ekki spila. Hérna. Og það er alltaf svolítið erfitt að gera það í gegnum að Adobe Connect. Já, vandaverki. Já, þetta var semst þannig og í raun og veru það sem hún gerir eins og hún talar kennsluna sína, það er svolítið í anda þess að vera að hugsa út frá altækri hönnun. Hún byrjar ekkert á að hugsa, já ég er með iPad, hvað ætla ég að gera með iPad? Þetta byrjar hún að hugsa, ég þarf að kenna ljóð og ég þarf að kenna, ég er með þennan breiða hóp og svo veit ég ok, það er til app sem getur hjálpað mér við þessa kennslu, þannig að þá tekur hún það næst. Og þetta er sem sagt hún útskýrir svolítið vel einmitt, hvernig hún hugsar þá út frá öllum hópnum sínum. Hún velur að veita auka kredit ef við vilja búa til eitthvað ekstra eins og tónlist við þetta, vegna þess að hún veit að í hópnum eru nemendur sem að geta nýtt sér það.
og svo velur hún að þetta app sem hún með, það ekki þannig að þau þurfa að skrifa mikið sjálf, heldur þau eru fyrst og fremst að velja orð og setja þau saman vegna þess að hún með nemendur sem eru lesblindir og ekki mjög færir að skrifa á ensku. Þá í raun og veru koma allir hérna inn á sama grunni. Takk fyrir mig. Einhverjar spurningar annars? Spurningar að handa? Ekki ennþá. Nei, ok. En ég ætlaði bara að benda á að ég geri mig grein fyrir þegar við erum að sýna vídeo. Já. Að þá hljóðið ekki tengt inn á Adobe Connect. Þannig að þau fá bara... Já, en bara svo þið vitið að já, það var texti og við setjum þetta alltaf á þetta og fleiri myndskeið úr sömu seríu við setjum þetta alltaf á netið. En eitt sem að við langa að koma inn á ef engin annar spurning ekki til. Við langar svona fyrir mig. Það í sambandi við áhyggjur fólks af íslenskunni. Já. Við lítið til að einhverjum og alls konar sem eru á íslensku með íslensk viðmið. Og ég finnst svona persónulega búin að vera svona að gramsa yfir mig á Myndamálastofnun og svona. Og ég kemur lítil endurnýjun á því sem hefur verið fyrir löngu síðan. Það bætist ekki mikið við. Og margt finnst manni bara orðið hálf úrelt og margt sem ekki hægt að nota til þessu spjaldtölvu. Já. Og ekkert Ég ætla að segja að áhrif að setja eitthvað í texta. Það ekki bara þessi úrelt, það nákvæmlega þetta byggir á bara tækni sem ekki studd af neinum lengur. Flash-tækni sem var svolítið mikið notuð. En þetta náttúrulega verulegt vandamál og ekki bara þetta sem þú ert að tala en líka að í þessum tungutæknimálum að við gjörsamlega bara mistum boltan hana og við kannski tökum ekki alltaf eftir því en raunin að tæknin sem að við erum með hérna á Íslandi bara þetta, ég fer og kaupi mér Android síma og borga það sama og einhver myndi borga fyrir sama síma í Bandaríkjunum en hef bara hálfa þjónustuna út af því að allt hitt byggir á tungutækninni og hún bara, það bara slökkt á henni. Ef þú ert með síma sem með íslensku SIM-korti að þá bara, þú hefur ekki kost á að kveikja á þessar þjónustu. Þannig að þetta bara, þetta farið að hafa dálítið mikil áhrif á og Ég kenna öðrum bekk og við erum með norskt stærðfræðiefni sem hefur verið gefið út á íslensku og hægt að kaupa hjá Menntamálastofnun en það fylgir þessu efni gríðarlega mikið efni á netinu. Það eru leikir og allt svona, þetta allt á norsku. Já. Og krakkarnir vita hvað það hýr þetta og ef þú ert með nokkra krakkar sem að gera, þú getur ekki annað því, þú ert bara alltaf að fíla fyrir þau, segir bara að gera. Það gengur þetta ótrúlega vel að þetta eitthvað leitrænt og svona. En efnin fylgir bara ótrúlega mikið af lausnum í tölvu, þú getur sett upp á snjalltöflu, alls konar og leftin að gera garðist í hvað og hvað. Þetta allt á norsku. Já. Og mér finnst svo skrítið, af hverju ekki, það verður að gefa efnið út, af hverju ekki farið alla leið og bara keyptur allir pakkinn, vegna þess að svo verður líka að vera með sérstakar áskrift. Já. Og það bara ekkert allir skólar með það. Nei. Þannig að það verður að skerða svo mikið Já. Það kostar svo mikið að þróa allt þetta að búa þetta. Og það hefur heldur ekki verið eins og í Noregi samkeppni skólabóka og skólanámsefnamarkaðurinn gríðarstór og það forlegin sem gefa allt út. Ekki ríkið. Og þá samkeppni og þá náttúrulega kepptum að gera besta. Við viljum fá setja þetta. Já. En þetta í þannig svo mikið að það kannski ekki pening fyrir það. Já, en það náttúrulega, þú veist, eins og til dæmis með
með sko þessa tungutækni, náttúrulega ríkið var að setja töluvert af peningum í það, en þar verið að reyna náttúrulega að vinna upp margra ára trassaskap. Já. En við erum eiginlega, sko, við eigum 5 mínútur eftir og ég veit að við höfum ekki tíma til að gera það sem að ég hafði hugsað mér að gera. Með þessa altæka hönnun náms, en þessi viðmið sem að ég var að láta ykkur hafa og vonandi tóku allir eftir að ég póstaði tengil á þetta í kommentunum hjá á Adobe Connect og og ég seti þetta á vef Samspils að þetta eru svona punktar sem að svolítið hægt að nota og þess vegna var ég að láta ykkur lista uppáhalds appin ykkar að ég reiknaði með að eitthvað myndi svona standa upp úr að það væri eitthvað app sem að fólk héldi meira upp á en annað en svo kemur í ljós að þeir eru bara svona gríðarlega fjölbreyttur hópur. Eiginlega ekki neitt eitt app sem að stóð upp úr. En hugmyndin að þeir ættu að geta farið svolítið í gegnum þessi viðmið í tengslum við bæði náttúrulega bara almenna kennslu þegar þið eruð að skipuleggja kennslu en líka í tengslum við upp sem þeir eru að nota í kennslu til að athuga og málið til dæmis að ef ég á að viðurkenna ég reiknaði með að Kahoot myndi standa upp úr en kannski eru allir að vera svo þreyttir á Kahoot og Kahoot brilljant app og nemendum finnst það alveg frábært og þú veist, fullorðnir nota þetta í partíum og þú veist, þetta virðist henta í rauninni öllum. En ég held að ef við færum og skoðum til dæmis eitthvað eins og Kahoot út frá þessum viðmiðum, þá hægt að sjá svona ýmsa veikleika og jafnvel hvernig eitthvað app sem að svona æðislega sniðugt og brilljant eins og Kahoot getur jafnvel verið að hafa svona smá útilokandi áhrif á suma nemendur. Það út af því að sko náttúrulega þessi altæka hönnun og þessi viðmið að við þurfum að hugsa, þú veist, þetta snýst ekki að finna svona lowest common denominator eins og að kalla það að segja eitthvað lágmarksstig þar sem að allir eru nokkurn veginn sáttir. Heldur það að koma til móts við alla á þeirra forsendum og það fyrir náttúrulega ekki að allir eiga að gera það sama samstundis. Nei, að leggja eða hækka eða svona, man gerir bara mismunandi hluti. Já, og þar kemur eiginlega þessi tenging í framtíðarþróun, þessi fyrirsjáanlega tækniþróun að ég held að tæknin sé að þróast í þá átt að hún á eftir og gerir það í dag opna fyrir mun fleiri möguleika að koma til móts við einstaklinga heldur en við nokkuð tíma getum gert áður. Ef við viðurkennum að þetta einstaklingstækni og þetta tækni sem að lagar sig af einstaklingnum ef einstaklingum fær svolítið að byggja þetta upp í samræmi sína þarfir. Og þannig að ég held að þetta eftir að spila svolítið saman, bæði tækniþróun þessi einstaklingsvæðing tækninnar og altæk hönnun, að þetta fari svolítið vel saman. Já. Ég alveg sammála þessu, en það sem ég ekki alveg viss með hvernig við getum nýtt okkur að þetta persónuleg. Og á sama tíma heldur okkur innan við eina mörkin við nýja persónulegðarlögin og allt. Já, sko, en og þar, og ég meina persónuverndin sjálf hefur bent á það að fólk hefur verið að túlka þetta aðeins of svona stíft að En það alveg, þau þurfa náttúrulega sjáum þessu notenda, við erum alveg bombardment með alls konar. Já, það einhver ótti og Við að segja já við. Já. Þegar krakkar gera þetta, lesa því þetta, hafa vítið hvað við gera
Einmitt. Ég alveg meðvituð og ég búin að selja sjálf mig til Google Já. bara viljandi. Já. En ef í lagi ég segi En ég held að sko, þetta partur af því þá að undirbúa þau til þess að taka meiri stjórn sjálf á sínu námi, að læra einmitt hvernig þessi tækni virkar og hvað þau eru að gera þegar þau eru að interakta með hana. Og ef þau eru að samþykkja eitthvað að þau séu meðvituð að þau eru að ganga í einhvern sko, lagalega bindandi samning í mörgum tilvikum. Sko. Þannig að þetta svona partur af því. Og ég held að maður gerir það ekki með að úthýsa snjalltækjunum úr námsumhverfi. Það sé nú ekki alveg. En hvernig virkar það þegar krakkar undirgangast lagalega bindandi samning? Þau eru náttúrulega ekki lögráða. Hvernig segjum við eitthvað kæmi upp á þessu? Hvernig standa? Sko það náttúrulega, það hefur bara ekkert reynt á það sko. Og ekki svo ég viti og þarna þyrfti kannski að fá einhvern sem er fróðar í þessu og það svo sem með margt svona að lagakerfin okkar eru byggð þannig upp að raunverulegur mælikvarði þegar verður til þegar reynir á eitthvað. Þetta eins og til dæmis með Creative Commons leyfin að sumir vilja meina að þetta sé lagalega bindandi leyfi en það hefur í raun aldrei reynt í alvöru á það. Sko. Þannig að hver lagalega staðan hún svolítið óljós. Og það eins með þetta. En ég held að við séum komin svolítið yfir okkar tíma. Nei, við erum svona 2 mínútur yfir. Erum við góð í bili?